Góðan daginn, velkomin í Silfrið. Við byrjum hérna venju samkvæmt á vettvangi dagsins. Á eftir kemur tíminn Jón Þór Sturluson, hann settur forstjóri fjármálaeftirlitsins. Við ætlum að tala um lífeyrissjóðina og stærð þeirra á íslensku markaði. Síðan kemur til mín Eva Marín Hlynsdóttir, hún lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Hún sérfræðingur í sveitarstjórnarmálum og við ætlum að fara aðeins yfir hlutverk og svona ábyrgð sveitarstjórnarfulltrúa og margir sem eru að fara að taka sér nýtt hlutverk í því núna eftir 2 vikur. En við byrjum hérna, eins og ég segi, á vettvangi dagsins. Andrés Jónsson, almannatengill, Þóra Hallgrímsdóttir, lögfræðingur, Halla Gunnarsdóttir, ráðgjafi forsætisráðherra og Sirrý Hallgrímsdóttir, ráðgjafi. Þið eru þó ekki systur, Hallgrímsdættir hér, velkomin öll sömul. Það eru núna tæplega 2 vikur í kosningarnar. Baráttan hefur einhvern veginn farið svona hægt á stað, en maður finnur það aðeins að svona hitna undir þessu núna. Við ætlum að taka svona kannski mest fyrir borgina, höfuðborgina, mikið náttúrulega rætt það vegna hennar sérstöðu. Andrés, þetta eru 16 flokkar í framboði, rúmlega 600 manns. Ef við förum aðeins kannski bara svona, reynum að komast yfir mikið magna af þessu 16 flokkum og við getum að byrjum á þeim sem að mælast stærstur, Samfylkingin. 8 fulltrúar þeirra komast í einhvern könnunum yfir 30% fylgi. Heldur þetta, munu þau bara sigla lygnan sjó og Dagur endurheimta sætið sitt í borgarstjórastólnum? Sko, það allan strategían að reyna að sigla lygnan sjó, maður sýnist, og það er rétt, núna eru tæpar 2 vikur í kosningar, 13 dagar og 12 dagar kannski eftir kosningabaráttunni og hún svona rétt svo að hefjast. Og við séð það í síðustu kosningu, við erum náttúrulega mjög nýleg dæmi kosningar og kosningabaráttur, að þær virðast vera styttri og styttri og styttri og styttri. Já. Og taktíkin hjá, eins og þú segir, nú er þetta meirihluta Samfylkingunni og Degi hefur verið að láta ekki ná taki á sér. Hann hefur ekki verið með stórar yfirlýsingar, hann hefur ekki sagt mjög mikið, hann hefur birst mjög mikið, síðast árið á kjörtímabilinu að taka skóflustungur og vera að tengja sér jákvæðum málum. En þetta er svona taktík, svolítið svipaður og hann byrjar svolítið með góða stöðu og ætlar ekki að tapa henni. Það sem er hættulegt við þetta sem við sáum til þess með í forsetakosningunum 2016 er það að þú spilar of mikla vörn, að þá getur eins og Guðni gerði og hætt að segja neitt sem einhvern veginn skiptir máli, að þá getur eitthvað siglt upp að hliðina þér. Kannski er það reynir þá Sjálfstæðisflokkurinn væntanlega að gera það, en það gæti verið líka fyrir flokka eins og Viðreisn sem hefur eiginlega ekkert náð í gegn með það sem að bjóst við, eða mjög lítið, að koma eins og halla á heimbrokkinu. En Dagur, já, þetta er svona, ég myndi hafa áhyggjur ég væri Eyþór og þeir sem eru að keppa við Dag, því að þeir eru bara að tala einhver svona málaskiptingu máli, þeir eru að rífast í gærum einhverja byggð á eyjunum sem á bara heim í einhverju hugmyndasamkeppni, það er bara fín hugmynd, en þetta er aðalmáli, það er ekkert að ræða borgarlína, einu sinni er ekki kosningamál, menn hefur ekki tekist að gera það kosningamáli. Þannig að þetta er svona, það er verið að kjósa mjög lítið, Já. Þóra, ertu sammála þessu? Hefur hinum flokkunum kannski tekist illa að svona stilla meirihlutanum og Degi borgarstjóra upp í vegg? Er einmitt fókusin í þessum kosningum kannski of óljós til þess að eitthvað ná að ógna þeim svona af einhverju alvöru? Já, svona í og með. Ég held að, og svo ég taki það nú fram, ég varamaður í yfirkjörstjórn í Reykjavík og þurfti að leysa aðalmanninn af að taka á móti framboðum síðustu helgi og það var mjög ánægjulegt að vera vitni af því hversu flokkarnir eru metnaðarfullir að gera hlutina vel og öll þessi nýju framboð sem eru að koma fram, þau virkilega vildu gera þetta rétt og vel og það er gott fyrir lýðræðið. Það má alltaf deila það hvort að það hins vegar þynni svolítið út einmitt átakalínurnar þegar svona margir eru komnir að borðinu. Það er erfitt fyrir alla flokka að koma sér að í fjölmiðlum og koma sínum skilaboðum á framfæri. Þannig að ég held að það sé nú hluti af skýringunni á því að þessar átakalínur hafa mögulega ekki svona birst okkur með mjög afgerandi hætti. Það er auðvitað eitthvað sem að gæti alveg gerst á næstu 2 vikum eins og Andri sagði, þetta er mjög stutt kosningabarátta og það getur mjög margt gerst á 2 vikum í pólitík. Sirrý,
Sjálfstæðisflokkurinn núna að mælast eitthvað í kringum 7 borgarfulltrúa, það náttúrulega í flestum af þeim könnum sem verið að taka er það bara helmingur sem tekur afstöðu, þannig að við svona sem vitum ekkert hvað gerist á þessum 2 vikum og svo þegar atkvæðin koma upp á kassanum, en þetta eru 7 borgarfulltrúar, rétt rúmlega 20%, þetta hlýtur að vera vonbrigði fyrir svona kannski nýjan og frekar mikið endurnýjan lista með þarna nýjan oddvita. Þetta verður svona ekki verið að virka kannski eins og gert var ráð fyrir. Nei, það er kannski tvennt að nefna í því samhengi. Það er annars vegar það að það er mikil kosningaþreyta bara almennt út í samfélaginu og maður skynjar það. Að það er ekki bara mikill áhugi fyrir þessari umræðu og miklum þrætum og átökum og mikilli þrætu og átökum og svo framvegis. Og þessi listi er, já, skipaður alveg nýju fólki og þarf svolítið að sanna sig og þarf að koma sterkari fram í umræðinni með framtíðarsýn og þau þurfa bara að hafa svolítið meira fyrir hlutunum af því að þau eru. Þau hefur verið gagnrýnd svolítið fyrir að tala svolítið sitt á hvað oddvitinn og ákveðnir frambjóðendur og svo kannski Hildur sem öðru sæti og ákveðnir frambjóðendur, til dæmis í skipulagsmálum. Þetta virðist einhvern veginn ekki, þau eru ekkert endilega sammála allt þessi hópur fólks. Nei, en það er allt í lagi, en þau eru sammála stóru atriðin og stefnuna og það er allt í lagi þó svo að það komi fleiri sjónarmið fram. Mér hefur líka fundist að því að ég svona miða við ef maður að taka stöðuna í kringum sig að Dagur hafi alveg óvenju sterka stöðu sem er dálítið einkennilegt miða við hvernig óánægju borgarbúa. Reykjavíkur borg mælist með að langhæstu óánægju meðal íbúa í öllum þjónustukönnunum og það, maður skynjar það eru stór mál sem eru að snúa að borgarbúum eins og svifryksmengun er í hæstu hæðum, umferðarþrengingar, umferðarteppa, fólk er gríðarlega óánægt með það, rusl fjúkandi eftir öllum götum og skítug borg og svo framvegis. Og það er skólakerfið og annað, það liggur við sama í hvaða horn þú lítur. Að hér þetta kjörtímabil einkennist af aðgerðaleysi og það er náttúrulega alveg áhugavert hversu miklar framkvæmdir hefur verið hægt að fara út í núna á síðustu bara mánuðum svona miðað við hvernig heilt kjörtímabil lítur út og miðað við þessa stöðu og ég held að þó svo ég sé svona sem ég hlutlaus í þetta pólitíkinni að þá miðað við þessa stöðu þá held ég að það sé nokkuð áhugavert hversu sterka stöðu Dagur hefur ennþá og það er kannski má rekja til þess að hann hefur ekkert mikið þurft að svara svona miðað við stjórnmálamann sem ber ábyrgð og er í fer með vald að þá hefur hann kannski ekki mikið þurft að svara fyrir þessi stóru mál. Hann hefur einhvern veginn getað náð því að bara benda annað og taka síðan bara svona léttu hlutina og ég held að það Halla, finnst þér þetta kjörtímabil hafa einkennst af aðgerðaleysi hjá meirihlutanum og borgarstjóra? Mér finnst kannski erfitt að taka undir það og ég held að kannski þessi sterka staða hún á örugglega einhverju leyti rætur sínar í því að fólk er einhverju leyti með pólitískt minni sem nær aftur til þess tíma þegar Sjálfstæðisflokkurinn réði lögum og lofum í borginni og áttar sig kannski einhverju leyti á því hvað það getur þýtt. Svo hafa verið gerðar, það er rétt sem Andri segir að borgarlínan varð ekki að aðalkosningamálinu en það hafa verið gerðar tilraunir til að gera hana að aðalkosningamálinu og tókst kannski ekki út af þessum ósamhljómi sem hefur verið í röðum sjálfstæðismanna en það er oft svona eitt mál sem er einhvern veginn gert að kosningamálinu Reykjavík. Það er kannski flugvöllurinn eða borgarlína eða moska eða eitthvað skipulagsmál sem er gert að aðalatriði. Og þá er einhvern veginn látið að því liggja að við höfum til dæmis eitthvað val hvort við ætlum að efla hér almenningssamgöngur eða ekki og við höfum ekkert val það. Þú veist, ef við ætlum að halda áfram, ef við viljum skila þessari borg lífvænlegri til næstu kynslóðar og ábyrgð okkar er óbúslega mikil þar
og það eru svona stór mál sem það tengist náttúrulega umhverfismálunum og loftgæðum og síðan eru þessi risamál sem að þarf náttúrulega þarf að fá svona almennilega sýn framum og það eru húsnæðismálin, hvort að eiga að leyfa Reykjavík að þróast út í að húsnæði sé einhver svona leikvöllur fyrir fjárfestingabraskara eða hvort að hugsunin eigi að vera svo að þetta sé mannréttindamál fólks að hafa þak yfir höfuð og líka ákveðin lífsgæði, ekki bara þak yfir höfuð án allra lífsgæða og síðan náttúrulega er Reykjavíkurborg vinnuveitandi stórra láglaunahópa og sérstaklega kvennastétta sem að þarf einhverja sýn og mér sýnist nú vera að skapa svona einhver þverpólitísk stemming fyrir því að það þurfa að leiðrétta kjör kvennastétta þessara svona láglaunahópa sem að konur skipa að mestu leyti og mér finnst þetta svona að vera þessi stóru átakamál og mér finnst ég er ósammála því að fólk sé óbúslega þreytt á kosningum og átökum, ég held einmitt. Mér finnst við vera á einhvern veginn þannig tímum að fólk er tilbúið að fjalla þessi alvöru mál og af alvöru. Og ég vona að það muni endurspeglast einhverju leyti í þessari kosningabaráttu sem hefur farið hægt að stað eins og þú nefndir áðan. Ég held sér rétt sko að það er ákveðin eftirspurn, það er ákveðin róttekni, það er ákveðin svona róttæki straumar í vissir umræðu. Við sjáum það umræðum jafnréttismál, við sjáum það umhverfismál. Við sjáum það bara í gær Eurovision viðbrögðum við sigri Ísraels sem fóru í mjög svona pólitískar brautir strax á Twitter en hún er ekki kannski að endurspeglast inn í pólitíkina og það er kannski þetta vandi stjórnmálana í dag að hún er að stjórnmálin er ekkert endilega sent og sveitarstjórnir er ekki, meira segja Alþingi er ekki svona miðbitt pólitískar þeirrar róttæku pólitískur umræðu sem er í gangi. Og mér finnst svona ennþá að hún hafi svolítið verið að elta skottið á sér í því og það líka og svona pólitísk umræða líka það er mjög erfitt að vera held ég stjórnmálamaður í dag þú ert eins og fjölmiðlaumhverfið hefur þróast og að þá ertu að þú ætti aðalega að passa að ég ger ekki mistök það er einhvern veginn ef þú gerir mistök þá einhvern veginn fær svona fólk tilfinningunni og sért einhvern veginn að missa tökin og allir til að hoppa á vagninn og það er einhvern veginn að hoppa á þann sem gerir mistök þannig að það forðast það allir og það er kannski erfitt þá einhvern veginn að eiga einhver minni eða menn er að reyna að hoppa okkur á vagna þannig að svona mér finnst einhvern veginn þungin í pólitísku umræðu hvernig pólitíkar þróast stjórnmálamenn allar ekki að leiða það þeir eru meira að reyna að elta það og mér finnst það meira en áður sko. Ég get alveg tekið undir þetta og ég held að það komi mjög skýrt fram í til dæmis þeim málefnum sem ef ég tek bara sem dæmi sósíalistaflokkin sem hefur svona þau málefni sem að sáflokkur hefur verið að leggja áherslu á koma ekki endilega inn á þingið. Það var ekki þingframboð eða framboð í síðustu þingkosningum en það eru undirliggjandi átök í verkalýðshreyfingu, það kemur framboð hér í borginni og það er mjög áhugavert að sjá svona hvernig svona þessi stóru mála því að Andri segir úrslitin í Eurovision fara að verða pólitísk umræða, ég meina undirliggjandi er auðvitað bara mannréttinda umræða sem á við allstaðar því að lögfræðingurinn í mér verður orðulega upptekin af því að stundum að hugsa það, hver eru lögbundin hlutverk eða hvert er lögbundin hlutverk sveitarstjórnar. Eigum við ekki bara að halda okkur við það, eigum við ekki bara að taka svona þessar almennu átakalínur út úr sveitarstjórnarmálum. Við þurfum bara að ákveða hvernig skipulagið er og svoleiðis, en það er auðvitað ekki svo einfalt. Og þar held ég að mögulega stóru flokkarnir hafi svolítið sofnað á verðinum, hafi ekki verið á undan í umræðinu, heldur verið að fylgja eftir og þess vegna fagna ég persónulega því að það komi líka framboð sem að taka svolítið þetta og án þess að ég sé að hygla öðrum en einhverjum sérstökum en þarna kemur smá pönk og stóru flokkarnir þurfa svolítið á því að halda hvort sem það heitir Samfylking eða Sjálfstæðisflokkur eða einhverjir af þeim sem eru efstir í borginni. En þessar átakalínur eiga líka auðvitað heima í sveitarstjórnarmálunum af því að það er í rauninni það stig sem er næst okkur sko. Og það er einhvern veginn, það eru skólarnir í hverfinu okkar og grunnskóla og leikskólarnir og svo hjúkrunarþjónusta við gamla fólki okkar sem við förum frekar illa með svona almennt og þannig að þetta og síðan náttúrulega fátækt
og framfærsla þeirra sem að minnst hafa og svo auðvitað þessi húsnæðismál sem að mér finnst vera eitt af stærstu pólitísku málunum því að þau eru svo nátengd sko lífsgæðum okkar, þau eru svo nátengd bara hvað almenningur hefur á milli handana og nátengd baráttunum gegn fátækt. En er þetta ekki sko Vinstri grænir eru núna að mælast með 2 borgarfulltrúa, eitthvað og yfir 10% sem er náttúrulega augljóslega ekki landsmálafylgi ekki skila sér inn í borgina. Getur það verið að hluta til út af þessu sem að Þóra að segja, að það vanti einmitt svona róttæknina vinstra megin og svo er að segja kvennaframboð líka vantar kannski eitthvað upp á feminísku orðræðina þarna hefur svona kannski, flokkurinn gleymt rótu sínum að einhverju leyti? Sko ég, hafandi verið í VG í svolítinn tíma þá, óttast ég alltaf að tala mikið út frá skoðanakönnunum. Það er að koma okkur bæði vel og illa. En ég held sko að það er alltaf örlög lítilla flokka í stóru meirihluta samstarfi að týnast kannski dálítið og Dagur hefur náttúrulega orðið svolítið andlit þessa meirihluta og Samfylkingin orðið andlit þessa meirihluta, þannig að fólk sem er ánægt með störf meirihlutans lítur kannski frekar þangað. En svo náttúrulega horfum við líka á það að fólk sem aðhyllist stefnumál VG hefur fleiri valkosti núna en það hefur haft áður. Og ég meina einhverju leyti er það náttúrulega bara fagnaðarefni að fá inn fleiri í pólitíkina sem eru að tala fyrir þessum málum og ég hefði mikinn áhuga að sjá meirihluta slíkra flokka sem þyrftu þó ekki að semja sig eitthvað of langt að miðju eða yfir hana eftir kosningar. Ég held að það geti gert Reykjavík alveg óbúslega gott. Ég held að þetta hafi nú líka með það að gera hvernig málflutningur forystumanna flokkana er og manni hefur svona sýnst á þessum sko eins og bara ef ég tek fundinn sem að Samtök atvinnulífsins var með oddvitum flokkana og svona ýmsar uppákomur í umræðinni að málflutningur Lífar er ekki að ná í gegn en aftur á móti að þá er áhugavert að sjá sko þetta ris sem að Píratar verðast fá í könnunum og hún Dóra sem að er sem sagt fyrir þeirra hönd, hún er afskaplega málefnarlegan og frambærilegan málflutning og ég held að það spili líka inn í. Þetta eru 4 svona tiltölulega ungar konur sem eru þarna í Þau hafa talað mikið ungt fólk, talað mikið þessi húsnæðismál. Hafið trúið því að þau munu sækja á Píratarnir? Það verður svolítið spennandi að sjá þetta núna, það er tiltölulega stór hluti, þeir sem eru óákveðnir, það hefur sýnt sig í rannsóknum að þeir ákveða sig í síðustu metrunum. Þannig að núna er sannarlega lokasprettur þau atkvæði og það eru þessi sjónvarpsþættir og hvernig tekst að koma allir þessum 16 framboðum í Reykjavík, það eru mörg framboð í öðrum sveitarfélögum líka. Þar gætu þessar ungu stjörnur og þessi litlu flokkar sem eru með svona skýra stefnu og tala líka mannamál og í sammála þessum hefur Píratar athyglisvert, þetta er sósíalistaflokkurinn allt í einu að mælast, heitir hún ekki Sanna Matala og hún virðist vera mikið efni, hún að tala mannamál, svolítið mikið og náttúrulega en bara eins og fólk talar og mér finnst það reyndar hafa verið svona einmitt og ég hlustaði á hana í vikulokunum og mjög svona bara fannst mér ná í gegn með hvernig hún talaði og það er þetta, við tengjum það aftur við reyndar verið að hrósa Eyþóri Arnalds að kannski það sem hún hefur tekist, hann hefur lent í svona vandræðum á nokkur stöðum en hann talar mjög svona á einfaldan hátt þannig að fólk skilur, það er bara mikið svifryk, við ætlum að minnka það, það er við ætlum að bæta umferðina, við ætlum að auka húsnæði, hann segir það með svona, við ætlum að fjölga íbúðum, þannig að en það varandi sko þessi litlu flokka og stóru flokkana og þetta sem þú nefndir áðan og voru að tala með Hildi til dæmis og Eyþór og þau ná ekki að gera borgarlína því þau eru einfaldlega, þau get ekki verið með skýran valkost í borgarlína því að þeir eru svo mörg innan sem telja hana samt nauðsynlega. Oft getur þetta verið styrkleiki að vera með þessa breidd. Forseti Bandaríkjanna, hann fær sér varaforseta sem kemur úr Suðurríkjunum ef hann er úr Norðurríkjunum, að reyna að fá flest inn í tjaldi. En hér er þetta ekki endilega jafn mikil styrkleiki að þú getur fengið enn skýrari valkosti út fyrir. Þar hefur kannski velja bara 2 kostum og þarfst að fá það slæma með einu góða. En hér það mest spennandi við þessar kosningar er að sjá þessi lýðræðistilraun að lækka mörkin, fjölga borgarfulltrúum og hvað það gerir og einmitt hvort það bara eykur
einhverju leyti, þú veist, lýðræðið. Já. Þetta er ekki bara kvennaframboð og sósíalistaflokkurinn sem eru að ógna á vinstri kantinum, það er líka Viðreisn og Miðflokkurinn og fleiri flokkar sem að ógna þarna á hægri kantinum. Borgin okkar. Já, þetta eru Flokkur fólksins og fleiri meira segja. Viðreisn og Miðflokkurinn eru báðir að mælast inni, hafið trú á því að þetta sé svona, hvað ég segja, trend eða svona, eitthvað sem að mun halda áfram eða þú talar það kannski ekki sést mikið til Viðreisnar, er komið að þeim núna? Já, ég myndi segja fyrirfram hefði ég haldið að Viðreisn ætti ein mestu sóknarfærin í þessu, að því að það er veikleiki hjá núverandi flokkum að þeir hafa sögu og Viðreisn ég held að það sem að Sjálfstæðisflokkurinn er mest að berjast við og rauninni, ég held að, þú veist, með fullri virðingu fyrir Eyþóri þá held ég að bara þetta hafi verið óvinnanlegt og Sirrý, ég ætla ekki að segja að þú hafa sagt að enn Dagur með óeðlilega svona sterka stöðu, með veikleiki í húsnæðismálum. Þetta er demógrafían í Reykjavík. Það svo margir svona frjálslyndir, prógressífir vill bara þjónustu. Þú nærði ekki meirihluta bak við önnur sjónarmið, þannig að sóknarfæri fyrir Viðreisn sem getur talað svolítið skýrt. Bara sagt, við viljum bara fara allalega í skipulagsmálum, við viljum fara allalega hér í þessu máli. Svona frjálslynd hægri afl. Já, ég myndi halda að vera sóknarfæri fyrir það, en þú veist, Pavel skemmtilegur, hann svolítið kannski með þetta einum aðeins og flókið, held ég til þess að þegar hann ekki náð neinu máli í gegn og Þórdís kannski slegin út af laginu, hún þarf að ná núna. Ég held hins vegar að Hildur Björns sé svona eina stjórnarnum í þessu, ég heyra bara mjög við að hún mælist mjög vel fyrir og hún ætti sóknarfæri sem ég hef alltaf haldið að væri möguleiki núna því að Dagur hættur örugglega næst, að hún gæti verið nýr leiðtogi og bara örugglega mjög öflugur kandidat fyrir hægri blokkina næst. En ef ég má segja þá er líka þá njóta, ef maður talar turnana 2, þau njóta svolítið góðs af því að Dagur og Eyþór, Dagur er mikið að gagnrýna Eyþór og er mikið að atast í hans málflutningi og það auðvitað njóta þessir flokkar góðs af því að þeir í raun og veru í svona fjölmiðla umræðinni taka svolítið sviðið. Og þannig verða mál þeirra meira áberandi og þar að leiðandi er erfiðara fyrir öll þessi minni framboð að koma sínum málflutningi á framfæri. Það er líka sérstaklega leiðilegt Ég held að þessi óbærslega mistök að búa til eitthvað svona tveggja vegna þess að horfa á þá tvo bara að tala saman er alveg ofboðslega leiðilegt við hliðina því sem hinn framboðin hafa fram að færa. Og að því að nefndi VG náðan þá setti VG mála oddinn fyrir síðustu kosningar á borði styttingu vinnuvikunar og lækkun leikskólagjalda eða leikskólarétturinn yfir ókeypis og VG hefur unnið að þessum málum í gegnum kjörtímabilið og fleiri svona mál en það væri náttúrulega það sem að ég myndi vilja sjá eftir kosningar væri bara sterk kosning fyrir húsnæðismálin og félagshyggjuna og kvenfrelsismálin og að útrýma fátækt í bara ekkert bara Reykjavík heldur öllum sveitarfélögum. Það er algjör skömm að við í þessu ríka landi séum búin að búa til umhverfi þar sem fólk er að verða fátækara og fátækara. Maður er kannski ekkert endilega að sjá meiri hlutan ef við treystum á skoðanakannir sem núna, meiri hlutan endilega halda þá fyrir þessu málum. Björt framtíð var töluvert meira til vinstri heldur maður sér Viðreisn vera. Ég er ekkert endilega vissu bara svona að gjaldfrjáls leikskóli sé eitthvað sem að þeim hugnist þó ég viti sjálfur sér ekkert það. Heldurðu þetta verði meiri hlutin í rauninni haldi ef við gefum okkur að Viðreisn fara þar inn eða munum mitt þurfa að teygja sig eitthvert annað? Heldur þetta verði svona snúist eins og þú segir, þetta er ekki endilega alltaf sama félagshyggjan og skipulagsmálin og þetta er svona... Það er mjög erfitt að segja það af því að borgarfulltrúum fjölgar en það sem að við kannski lærðum af síðustu kosningum á landsvísu er að tími þessa svona eina sterka gæja sem að getur síðan raða í kringum sem fólki er liðin. Það sem þarf núna er samstarf. Og auðvitað biðla maður til kjósenda ef maður senda kannski svolítið skýr skilaboð hvernig borg þeir vilja sjá og hvernig sveitarfélög þeir vilja sjá. Þannig ég held að þessi svona hugmynd að einhver einn eða tveir geti eitthvað ráðið ferðinni algjörlega og hún er bara liðin. Og núna þarf svona víðtækara samstarf og það þarf fleiri raddir að koma að og stjórnmálin þurfa að representera fólk úr fleiri lögum samfélagsins heldur en það hafi verið að gera. Og mér persónulega finnst það spennandi. Já.
Við tökum aðeins þessa flokka sem að berjast við að komast inn. Miðflokkurinn núna með einn fulltrúa, það Vigdís Hauksdóttir. Maður svona lest að þannig hún sem mikið persónufylgi. Er hún svona kannski svolítið að stela þrumunni af til dæmis Kolbrúnu Baldursdóttur sem hjá Flokki fólksins? Já, við gáum auðvitað Danmörku 12 stig í Eurovision í gær. Það hérna skýr tenging við víkingana sem hafa verið svona hennar aðferð til þess að koma sér á framfæri. Algjörlega, og þar kannski líka fylgi Miðflokksins á landsvísu að skila sér inn líka. Ég held að það verði nú að taka tillit til þess að einhverju leyti og þess vegna eins og þú segir og nefnir Flokk fólksins að það áhugavert að sjá hvort að fylgi þessir mánuðir sem að þessir tveir flokkar hafa verið á þingi, hvernig þá eftir að skila sér inn í fylgi í höfuðborginni í sveitarstjórnarkosningum og þar virðist Miðflokkurinn svona standa sterkar miðað við þær skoðanakannanir sem hefur komið fram núna. Já. Og hann náttúrulega bjóða fram mjög víða, komið með svona tildulega sterkt net á landsvísu. Akkurat. Þannig að það virðist allavega að vera. En þarna líka því að í síðustu 2 alþingiskosningum hafa og sérstaklega síðast þegar að Flokkur fólksins komst inn á þing að þá þar auðvitað raddir sem að áttu erindi inn á þing miðað við þær niðurstöðu kosninga og þar held ég líka bara eins og við töluðum áðan að þar sé samkeppnin atkvæðin bara miklu meiri í þessum sveitarstjórnarkosningum heldur en hún var á landsvísu. Þessi sjónarmið eins og Halla var að tala áðan, þau eru bara inni hjá miklu fleiri aðilum. Já, sammála þessu, Andrés? Já, ég held líka það eru ákveðin eins og Halla segir, ákveðin hópar sem hafa kannski verið ekki nógu vel representaðir í pólitíkinni sem eru að finna sér svona staði. Og sem kannski líka bara jákvætt, sama með Pírata, þeir hafa dregið inn hóp sem var tiltölulega óvirkur í pólitík og er núna virkur og þannig að ég myndi segja að það væri bara jákvætt en það og spennandi að sjá líka hversu margir verða í séns, hvað áhrif það hefur. Venjulega hafa stóru flokkarnir notið þess að þeir geta nýtt mest af fylginu, það fellir dautt á þessum litlu framboðum en núna munur örugglega vera fleiri framboð í séns. Og spennandi að sjá eins og kom það fram varandi meirihluta samstarfa ef Framsóknarflokkurinn nær manni, ef Miðflokkurinn nær 2, ef Flokkur fólksins nær 1, ef Viðreisn nær 2, þá allt í einu þá getur Eyþór og Hildur og þau búið ansi mikið með við dag það sem maður myndi að segja kannski svolítið andlit meirihlutans og Viðreisn getur verið feimið við að hverfin í honum en ég held hins vegar að með hvernig við tala þá sé mjög líklegt að meirihlutin í Reykjavík hann verði sá sem hann núna pluss Viðreisn möguleitna þessum minni flokkum geti bæst við. Af því að þú nefnir Framsóknarflokkinn, Sirrí, ég meina fyrir utan það mögulega ef einhverjir nýjir flokkar gætu komist inn að þá stefnir kannski það að einn af flokkunum sem eiga aðalda ríkisstjórn sem Framsókn, jafnvel bara komist ekki inn. Hvað skýrir þetta lélega, þessi erfiðleika og vandræði Framsóknar? Er þetta bara vitlaust veðmál hjá þeim að halda að þetta muni snúast flugvöllinn eða? Já, ég held að það er náttúrulega að flokkar þurfa að vera meira en einsmálsflokkar og Framsóknarflokknum hefur aldrei gengið, ekki undanfarið ár gengið vel í borginni. Ég meina þeir duttu út þarna þegar hann Einar Skúla var oddviti. Þeir komist inn á síðustu metrunum síðast út af svona að þau náðu einhvern veginn að sprengja upp einhverja umræður sem var mjög umdeilt og þannig að þeir virðast, Framsókn virðist vera bara sterkara afl út á landi og ekki ná mjög sterkt inn í þessa demografíu sem hér í Reykjavík. Það er einhvern veginn svona ef maður horfir á það í sögulegu samhengi. Og svo Miðflokkurinn alltaf væntanlega gera þeim ennþá erfiðara fyrir. Jú, einmitt. Þannig að ég sé nú skýringin, en sem vil nú kannski ítreka það að allir þessir flokkar ganga óbundnir til kosninga þó að sé líklegt að
að meirihluta samstarfið eins og hlutinni líta út í dag haldi að þá getur nú allt gerst sko, og sérstaklega miðað við þessi stuttu framboð og nú líka svo breyting á að síðustu vikuna fyrir kosningar mjög stór hópur að ákveða sig og óvenju hátt hlutfall ákveður sig bara í kjörklefanum. Þannig að maður verður svona, ég á vona því að það færist meiri harka í leikinn á næstu dögum og við fáum að sjá svona skýrari mynd. Það sem spennandi í þessu líka finnst mér kannski bara kosningaþátttakan. Það hefur komið hérna fram ólík sjónarmið það hvort við erum leið á kosningum eða hvort við erum alveg til í þetta og mér finnst það mjög spennandi að sjá hvernig það kemur út. Ég hef einhvern veginn ekki enga ástæðu til að ætla að hún verði léleg en hún hefur auðvitað ekkert verið neitt frábær í sveitarstjórnarkosningum. Og það getur verið möguleikar, sko, við höfum séð að skoðanakannir hafa ekki birt okkur alltaf sömu mynd og kemur upp á kössunum, bara síðustu alþingiskosningum. Þannig að, og við sáum í mjög áhörum skoðanakönnum sem hvert fólk til að skoða það hefur ekki gert sem Morgunblaðið lét gera það sem að var flokkanir og hverfi, flokkanir og aldurshópa. Það var líka flokka varandi hvað borgarstjóraefni fólk vildi sjá að sjá að bara týndi í búndinum. Já. En hann var góður. Já. Nei, þetta verður spennandi held ég alveg klálega næstu 2 vikurnar og kannski mun koma í ljós nákvæmlega hvað þessar kosningar eru að snúast. Það sé niðurstaðan hjá okkur hérna. Þetta svona ekki endilega alveg klárt. Það eitt mál sem langar til þess að fara yfir áður en ég slepp ykkur. Það svona mál vikunar. Það Harpa. Laun Svanhildar Konráðsdóttur forstjóra. Það var stjórn ákveðið hún fengi 1,5 milljón í laun. Kjararáð hafði þó úrskurðað henni 1,3 og stuttu fyrir þessa hækkun hafði þjónustu fulltrúar þarna fólki á gólfinu verið lækkað í launum til þess einhvern veginn að taka á rekstrarvanda. Halla, við byrjum á þér og verið tírætt kjaramálin hérna. Þetta mjög eðlileg svona, maður upplifir þetta þannig að þetta sé bara eðlileg reiði yfir þessum vinnubrögðum og svona kannski illa staðið að því að svona líka svara fyrir það í kjölfarið. Þetta náttúrulega birtingarmynd á miklu stærra vandamáli sem einhvern veginn búið núna persónugerast í forstjóra Hörpu og síðan í Hörpu en við erum náttúrulega búin að vera að byggja hérna upp á kannski síðustu 2 áratugum einhver svona hugmynd að það sé eðlilegt að stjórnendur séu á 10-földum launum fólksins á gólfinu og þeir séu svo rosalega duglegir við að skera niður og skerða kjör þeirra sem að vinna mesta vinnuna. Og þetta kannski hugmynd sem ég finnst loksins verið að myndast einhvers konar stemming fyrir að fara að vinda ofan af. Að þetta sé ekkert endilega eitthvað algjörlega sjálfsagt. Og síðan auðvitað þegar fólk komið í, og við höfum ekki bara að horfa á Hörpu, við höfum náttúrulega að horfa á ríkið og hið opinbera sem vinnuveitenda en líka á einkafyrirtæki. Vegna þess að eftir allt þá koma allir þessi fjármunir úr vösum okkar almennings. Annarkvort með því að kjör okkar eru lakari en þau ættu að vera eða þá með því að við erum að borga meira fyrir þjónustu heldur en við ættum að vera að gera til þess að halda uppi auðstétt í pínu litlu landi. Og það kannski þetta sem er komin tími til að stoppa. Og ég vona bara að þetta mál hjálpa okkur að víkka þessu umræðu, við stoppum ekki bara þarna og förum lengra með þetta og förum að segja nei við þessari hálauna stefnu fyrir örfáa. Og ég veit alveg, ég flakka mjög mikið sjálf á milli tekjuhópa í íslensku samfélagi, ég veit alveg hvernig svona munur, ég hef verið á mjög lágum launum og svo hef verið á alveg ágætum launum, þó ekki á forstjóralaunum, og ég veit alveg hvernig þetta svo ef maður komin á fín laun og fara allir að tella sér trú að sé svo mikið að gera hjá mér og ég þarf stundum að svara síman á laugardögum, þetta allt svo ofboðslega erfitt og það þarf bara að vinda ofan af þessu og til þess þarf líka bara ákveðna kúltúrbreytingu og hætta að leyfa fólki að tala svona sjálft sig og halda því fram að það sé svo miklu meira virði heldur en fólki sem er að vinna vinnuna. Andrés, þú ert náttúrulega almannatengill, þetta svona eins og þú leyfir mér að sletta aftur, þetta svona PR-stórsli sem átti þessi stað. Já, og það þetta þessi bakgrunnu sem allir að lýsa og þessi umræða sem búin að vera í vetur kjaradóm, þessar svona 2 þjóðir, það ein þjóð sem hefur rosalega gott og bara fyrir til útlanda annað hvern mánuð og hin þjóðin sem að verður þá svona, það verður meiri fókus á fátæktina og munin á milli okkar og einmitt þetta, ég sammála þess vegna verður þetta svo mikil mislestur í rauninni hjá stjórn Hörpu að þegar þessi tilkynning kemur kvöldi frá þjónustufulltrúum eftir fundinn virkilega flott tilkynning, þetta er bara rót högg og þú ert bara það er búið að setja þig í hlutverk, einmitt svona kjaradóms hlutverk
og að fara þá svo í alveg kólranga átt og segja bara hér gangi ykkur vel, við óskum ykkur velfarnaðar, það sem verið að skera niður og það voru bara hinn í lægstliðinu sem að báru þann bagga og líka bara, já, að fatta sko, þú ert alltaf að taka umræðan sem að fatta hvað verið að ræða, af hverju verið að gagnrýna þig. Það svo oft í opinberri umræðu sem fólk fattar það ekki og fer að verja eitthvað svona, þetta var svona ákveðið og þetta er ástæðan og þeim tókst aldrei einhvern veginn að útskýra af hverju þessi mynd væri ekki rétt og meira segja núna og svo meira segja þegar hún loksins bakkar stjórn Hörpu að þá ætlar hann að fara að skipta gír og stjórnarformaður mætir eitthvað viðtal ætlar að taka sókn í málinu og sókn á formann Vaffer og eitthvað. Ég held að þetta er komið á glærur hjá mér bara varðandi kennslubókardæmi sko. Leið þú ert farin að nota bæði orðið stórmannlegt og falsfréttir í einhverju málflutningi að þá gæti verið að þú sérst á röngum stað. Þú gerði afturreka og það var rosa stórmannlegt. Það er náttúrulega fyrir ekki saman sko. Sirrí, já, ég get alveg tekið undir þar sem ég verið að segja að þetta er auðvitað PR slys, það er mjög augljóslega, mjög klaufalega þessu staðið en ef ég leyfi mér að taka smá annan vinkil inn í þessu umræðu að þá er þetta líka svolítið dæmi hvernig umræðu hefðin er að verða hérna. Það koma fram einhverjar upplýsingar, það springur allt í háaloft, menn fara fram með stórirðum og stórum lýsingarorðum hitt og þetta. 2-3 dögum seinna koma fram upplýsingar sem að varpa svona kannski einhverju ljósi á aðstæður og einhverjar skýringar á málinu en þá er bara umræðan farin einhvert allt annað og eftir situr svona kannski ekki alveg réttur skilningur á ef menn vilja vera að setja sig inn í málin á því hvað átti sér stað. En er ekki skýringunum þegar einmitt bara það sem Halla var að segja? Þetta snýst ekki bara forstjóra Hörpu, þetta snýst miklu stærra mál sem hefur verið að gerjast og kannski mér finnst fólk skilja það bara mjög vel. Mér finnst fólk skilja bara mjög vel hvað er að vera og við erum að tala sko þegar einhverju forstjórar eru kannski að hækka í launum við 300.000 kall, þá er það bara það sem sumt fólk er að fá í laun fyrir heilan mánuð. Þannig að þegar þú hækkar það á einu bretti, það er ekkert skrítið að fólk staldri við og segja, betur hvað er að gerast hérna? Og auðvitað beinum við fyrst spjótunum að því sem við teljum, þar sem við teljum að við getum haft áhrif og við ráðum einhverju yfir. En þá er áskorun að segja ekki bara, þá ekki að beina spjótum á þeim að því að hún er kona eða þetta er menningarstarfsemi, heldur einmitt að víkka umræðuna. Það er alveg rétt að spjótunum að beint hanga út af ákveðnum atriðum, en svo bara víkkum umræðuna og förum í stóra myndina. Þetta sé mjög mikilvægt að við svona kannski förum að temja okkur líka að taka umræðuna í meira jafnvægi og þannig að hún sé uppbyggilegri. Hvaða jafnvægi vantaði þarna? Já, mér fannst kannski menn fara, og þá er ég nú að tala formann Vaffer, kannski fara fram með gríðarlega miklum ofsa en ég tek alveg undir það að það var mjög klaufalega þessu staðið og augljóslega eitthvað ekki rétt farið með þarna hjá Hörpu en ég myndi halda að það væri bara betra fyrir samfélagið að við tækjum umræðinu svona í stærra samhengi. Þau eiga eftir að hittast í vikunni, formaður Vaffer og forstjóri Hörpu. Takk ykkur öllum kærlega fyrir komuna. Hann kemur til mín Jón Þór Sturluson, settur forstjóri Fjármálaeftirlitsins eftir örskamma stund og við ætlum að ræða um lífeyrissjóði.